Doktor Fútból heilsar á föstudegi. Hjálmar Örn og Gunnar Birgisson með Doktor Fútból á föstudum. Já, flesta föstudaga. Velkonni báðu tveir. Takk fyrir. Gaman að þið voru skemmtilegir í gær, báðu tveir. Takk fyrir það. Skemmtilega þáttur. Gunnar Birgisson fór gjössanlega á kostum þarna. Já, varstu það? Já, mjög góður. Takk fyrir það. Og það var gaman að fylgjast með þér. Nú, Doktor Fútból verður með nýja inniskó fyrir jólin og skórinn verður tilengaður Diego Maradona og mun bera heiti Dieci di Calcio. Wow. Sem að tíjan í fótboltanum Dieci di Calcio kemur út á miðvikudaginn. Það munur fylgja sokkar með, það verður bólur. Já. Og það verða nýjar derhúr hjá Doktor Fútból, þar sem ástendur Doktor Fútból á toppnum síðan 2018. Ásgeir Sigurvinsson mun fá fyrsta parið af skónum, en hann auðvitað sá sem þekktastu fyrir að leika gegn Diego Maradona í úrslitareiknum í, var það ekki UEFA Cup á sínum tíma. Jú. Sem að þeir mættust. Nú, það gigginn inn á Giggó fyrir þig, Hjálmar. Já. Mig vantar fyrir pubquiz heima hjá mér. Og ég sendi á Hjálmar Örn, gjörðu svo vel. Geðvögt. Já. Þetta á miðnætti í kveld. Já. Það bara svo að vakna Eftir þú getur komið svona hálf 12 eitthvað. Túborg með Doktor Fútból. Lillejul uppseldur? Það nú stóra máli. Lillejul uppseldur og þessi frábæra nýjung? Það staðan? Er hann uppseldur? Það rosætt ef rétt reynist. Það væri, já. Vitti Jóa útherja fyrir utan segir sér læst ef að getur ykkur opnað fyrir honum. Það reyndar allt gali opið, en hann ekki, hann úr Breiðholtinu sá meistari. En Lillejul hefur slegið í gegn, já, litlu jólin og fæst líka í Smáríkinu. Smáríkið kemur með vínið beint heim til þín eða bjórin. Fitnessmort með jólagjöfunar. Hvað svona drauma fitnessjólagjöfun þín? Nú, Hjálmar, þú hefur verið í þessum aukæfingum. Já. Þetta eitthvað nýtt. Já. Af því að þú ert að æfa 4 sinnum, en svo hendurinn aukæfingum inn á melli. Já, ég gerir það. Og þetta svona, svo sem ekki verið mikið, mjög fáir að þessu. Já. Þannig að það var gaman að vera frumkvöðull í þessu. Þannig að ég myndi væntanlega vilja eitthvað svona til þess að, einmitt, geta, fá endur heimt og mætt aftur aukæfingu. En hann ætlaði að henda þér heim daginn, eða ekki, Hjálmar? Það var sérst æfingi á búin. Já. Það er ekki aukaæfingin. Þá fara alltaf allir beint heim. Þá fara alltaf allir beint heim. Hann sagði þér, nú æfingi búin, takk fyrir æfinguna. Ég segi ekki, takk eitt setti viðbútt. Það er ekki aukaæfing. Það er ekki aukaæfing. Það er bara ekstra. Það sýnir bara þetta dedication Hjálmar. Hjálmar, Gunni, hvað ætlum þú að fá þér? Sweet sweat, væri það ekki ekta fyrir þig? Það er svona belti. Jú, belti. Setur á belgin og svitnar þar. Ég er þetta til. Af því að þú ert ekki með neina fitu, þetta er bara vökvi. Já, þetta er vökvi. Bara burtu með hennar vökvi. En ég væri til í, annarkort væri ég til í, það fer bara til budgeti, þú veist, ef einhver nákominn, þá myndi ég alveg spyrja kaldapottin. Já. Það geta sett hann út á svalir. Sko, ég held að þegar við tökum hann helvítis vökva af, þá verður það svona eins og Peter Andre, mannstu þetta honum? Peter Andre með laginu Mysterious Girl. Mysterious Girl, I wanna get close to you. Nei, við ræðum þetta á eftir, hann var glæsilur, Peter Andre. Fyrir maður spöldur við Peter Andre á eftir. Já, skoðum hann á eftir. Dominos með Doktor Fútból, hvað gerast hjá Dominos aftur núna? Jú, ég get alveg sagt þetta. Vibe Pizzan, hún er komin aftur. Væbararnir eru mættir aftur, kóngarnir úr kóbóinum. Væbararnir. Upp á slæðika með væb. Róa, það er alltaf róa. Já. Við fórum það langt í Eurovision fyrir okkur. Ég er bíómynd. Ég er svona límiti bíómynd. Límiti bíómynd. Já, aðlag. Saman því það er anthem. Þeir björguðum mér á miðvikudaginn, þegar við banda píu, þegar við vorum í Doxon auka og þá pantaði ég með Dominos, allt klárt, ekkert vesen. Ég held að þeir hefðu mætt að passa. Það er þetta verið gott. Tjekkland verið að skoðum 15% afsláttur ef að þú segir að Doktor Fútból hafi sendt þig. Spurningin góða með tölvutek, gleðileg græju jól, báðu tveir. Þessi ísvél frá Ninja sem að þjóðin hún mun verða uppselt strax. Það er sending af ísvélni á leiðinni. Þetta ef þú vilt vera góðu pabbi, gefðu þá barninu fallega ísvél. Já. Og þannig þetta að vera með svolítið hollari valkost. Stráka, förum í, þú lígur, Gunni, hvað getur þú nefnt marga menn sem hafa unnið Premier League og orðið heimsmeistari? Hvað getur þú nefnt marga leikmenn sem hafa unnið Premier League? Ég ætla bara að byrja í einhverju, ég ætla bara að segja 2. Tveir heldur lítið.
En ég ætla að segja standu við það. Og þú segir þú lígur. Þú lígur. Ok. Standu við það. 1, þú fær 30 sekundur, 1, 2 og byrja. Alexis McAllister. Já. Og shit. Við spilum þú lígur. Þetta náttúrulega bara pathetic, bara þegar maður settur svona on the spot sko. Alexis McAllister 10 sekundur. og þetta svo pathetic sko. Tíminn útrunin. Já. Þú hefði getað komið með Patrick Vieira, Robert Pires, Thierry Henry, Fabien Barthez og Emmanuel Petit. Já, ég veit það. Yfir í næsta lið. Yfir í næsta lið. Petru, David Silva. Yfir í næsta lið. Ég ætlaði í alvörinu að segja 1 sko. Þegar ég vissi að ég Þú vannst, Hjálmar. Ég vann. Hann ótrúlega svo gæði. Klókur. Þú ótrúlega klókur. Hvað hérna? Þetta pressa á. Ég veit ekki hvað hljóðmyndir hérna. Nei, það jú. Förum bara í þetta. Förum á Powerrankung. Og höfum svolítið gaman að þessu. Powerrankung með Dine Out. Minn á gjafabreifu góða. Já, bám. Dineout.is fyrir gjafabreifið í jólapakkan. Hvað ætlar að Powerranka, elsku Gunni? Herri, ég var að lýsa leik í gær í hádeginu á HM Kvenna í handbolta. Já. Það sem að Færeyjar sóttu sín fyrstu stig í milliriðli. Og það svona þetta færeyska vor sem að hefur verið að tala svolítið í íþróttunum. Ert þú einn af þessum Íslendingum sem að því að við erum stærri en einhver eitt land, þá erum við voða næs við Færeyjar, eða? Nei, ég ekkert eitthvað voða næs. Það bara styttist í að þeir taki fram úr okkur bara í fullt af íþróttum, sko. Nei, engar ágjur. Herri, en þá fóðum við svona hugurinn, ég leti hugurinn aðeins að reika. Já. Og ég ætlaði að fara í uppáhalds færeysku fótboltamenninu mínir. Já, vá, þetta gott. Já, þetta gott, þetta fíla ég. Herðu, þar númer 5 markmaður sem hefur svolítið verið að gera góða hluti og kominn inn í færeyska landsliðshópinn og búinn að spila nokkra leiki þar. Það Bárður á Reynatröð. Bárður á Reynatröð. Já, og ég horfi svolítið oft í færeysku nöfnin. Já. Og þetta skemmtilegt nafn. Já, Bárður á Reynatröð, það svona hits home. Hits home, ég alveg sammála því. Já, flottur strákur, ungur. Já. Númer 4, þá fer ég aðeins aftur í tíman. Það mjög gaman að þessu leikmanni, Hallur Hansson. Já, það komið sjálfur, Hallur Hansson. Já, spilaði með KR og við góðar undirtektir. Já. Og svo hefur hann verið í Klaksvík og með fjöldan allan á landsleikjum, vild að séu komið með 70 stykki eða eitthvað. Númer 3, það journeymanin sjálfur sem núna orðin klippari, það Kyle í Bartarstóð. Já. Það Kyle í Bartarstóð. Var hann ekki að vinna með Slögum Barber? Jú, það allir saman í hérna, ég held hann sé í stúdíó í Hafnarfirði, hvað það? Stúdíó 220, held það. Hvor heldur að myndi berja hinn? Slagur Barber á móti slímugum Barber? Hver heldur að myndi berja með? Fyrir mér þetta 50-50. Já, þetta algjör. Það sjá sem á deginum. Já, svo sem hittir á daginn. Herðu, svo áhugaverður leikmaður sem kom hérna í Breiðablik sem númer 2. Það Clement Olsen og hann þarna vegna þess að menn í Breiðablik hafa ekki séð og bara, ég held að Ísland hafi ekki séð svona skallamann. Hann nánast skallaði boltan fastar heldur en hann sparkaði. Hann var þetta góð manneskja? Já, mjög góð manneskja. Mjög góð manneskja. Og það var svona það sem hann komið inn í þetta Breiðabliks lið. Númer 1, og það svo sem, þú veist, hann mun aldrei fara úr efsta sætinu hjá mér og það Wenzel Kamban. Já. Wenzel Steinar Ragnarsson Kamban. Og það eitt sem að svíður svolítið, ég var að fletta hann upp í gær. Hann á einhverja tæpa 400 leikið eitthvað en á KSI. Það eitt sem svíður, sjá ég. Hann með 99 hann með 99 mörk. Þú veist, það verður eiginlega eitthvað lið bara að hóa í hann, fá hann til þess að fara á punktin einhvern tímann og bara koma hann með Last Dance. Já, Last Dance. Það var eitthvað sniðut. Við verðum eiginlega að láta það gerast. Þannig að ef ykkur lið vantar öfluga vinstri fót, þetta náttúrulega bara góðsögn. Býtu, hann spilaði fyrra? Já, hann tók eitt leiki fyrra í Lengjubikandum, já. Skoraði eitt mark. Já. En Wenzel Kamban spilaði held ég fyrir 21 landslið Færeyinga. Sko, Hjálmar, þinn uppáhalds Færeyingur? Ég bara ekki svona djúpur í Færeyingur. Varst ekki eftir Jens Martin Knudsen? Hann markmaður sem á húfu. Jú, þetta maður með liftri. Jú. Þetta minn uppáhalds. Já, þessi ekki ekki. Ég vissi hann uppáhalds sjálf. Já, hann þarna og þetta var frábær listi.
förum annað. Förum ef við ekki bara kíkja á einhverjar fréttir og skoða þetta allt saman með besta bitanum. Hver sá besti? Já, það bitinn góði frá Samerja. Nú, það verið að draga í HM seinnipartinn í dag og þetta stærsta heimsmeistaramót allra tíma. Fjölmennasta mótið auðvitað sem leiðis spilað í allri Norður Ameríku. Drátturinn í beinni á RÚV. Nei, ég var að skoða hérna dagskrá, hann ekki í beinni. Jú, Nei. drátturinn í beinni á RÚV. Ég að lýsa honum. Á RÚV? Hann í Ég beinni á var að Klukkan skoða 5. dagskrána. Framöndinni beinni, ég kíkti á þetta í morgun. Hann klukkan 5. Ég var að skoða dagskrána, það Kiljan klukkan 5. Hann í beinni á RÚV. Nei, hann ekki í beinni á RÚV. Ég var að skoða dagskrána, ég að segja það. Já, ég þá að lýsa bara engu eða? Nei, ég meina, hvað? Hann er ekki... Já, þetta svo grína því þetta RÚV 2 þá. Hann á RÚV 2. Já. Það engin sem hefur ég vil koma fram þökkum bæði frá útvarpsstjóra. Hann á RÚV 2. Þetta bara HM-drátturinn. Þetta bara HM-drátturinn. Útvarpsnefnd. Setjum þetta bara á RÚV 2. Ekki Kiljan, Kiljan á sama tíma eða? RÚV 2 nú líklega með næstmesta áhorfið af öllum stöðum á Íslandi. Jæja, en þetta allavega virðingi fyrir heimsmeistaramótinu. Jæja, öðru sem áður brá. En RÚV 2, já auðvitað, það auðvitað Svíþjóð Suður Kórea á sama tíma. Stórmót í íþróttum. Já. Það verið að spila leiki. En aðgengið er það sama að RÚV og RÚV 2. Ég fer aldrei þetta. Ég er alltaf á sömu stöðum. Ég ít alltaf einn. Þú ert með myndlíkil eða ekki? Já, ég ít alltaf einn. Já, nei, þú ítir ekki á einn. Þú flakkar upp og niður. Nei, ít alltaf einn. Ég ít á takkan. Ég veit hvernig þú Sko, Hjálmar, það eru þarna fyrsta skipti í sögunni. Maður dálítið spenntur. Það eru friðarverðlaun FIFA. Já, og það geðvegt. Og það eru svona stóra dæmi í þessu. Hvernig þú svona sjá fyrir þér geti unnið þessi friðarverðlaun FIFA? Ég yrði rosalega hissa ef Trump tekur þetta ekki. Já. Ég yrði rosalega. Hverjir eru að koma til greina? Vitið þið það eitthvað? Nei, Er einhver listi? Já, það Þetta er er náttúrulega góður listi, þannig að ég sá að ég held mér sýnist Gunnar Smári verið að byrja að skrifa inn á fótbolta.net. Það voru alls konar dylgjur þar í gær. Þetta er fyrsta sinn sem verðlaunin eru veitt. Já, fyrstu friðarverðlaun. Það eru auðvitað tilgangur fótboltans. Það er að færa fólk nær og Færa fólk nær. fara nær hvort öðru. Mér finnst það frábært hjá the FIFA. world together, hvað kallar þetta? Já, sammenningatákn. Sammenningatáknin öll sömmun og sjáum að fótbolta.net vill meina, Elvar Geir Magnússon viðreisnarmaður vill meina að bjóð til friðarverðlaun til að gefa Trump vini sínum, segir Elvar Geir frambjóðandi viðreisnar. Ég fatt ekki alveg til hvers það er alltaf að vita vel, er ekki bara hægt að vera góður á þess að... Jú, en það er bara alltaf Þetta er ekki smá líka velun, ekki smá flott maður. Nei, þetta er einnig HM félagslega flottu velun. Þetta er það. En eru þið búin að skoða reglana og sjáu þið, náttúrulega þú ert að lýsa reglunum, þannig að búin að fara yfir allar sviðsmyndir. Gunni, hvað er draumariðl? Draumariðlinn væri sko, það er náttúrulega búið að teikna þetta upp þannig að Spánn og Argentína sem eru efstu tvær þjóðirnar geta ekki mætt hvor annarri fyrir í úrslitaleik. Sama má segja um næstu tvö lið sem eru Frakkland og England sem eru í 3. og 4. sæti á heimslistanum. Ég er svona aðeins búin að vera í smá samkvæmisleik. Þú veist, það væri náttúrulega gaman ef að Bandaríkin, svo myndu við kannski fá, þú veist, Úrúgvæ, Noreg og svo náttúrulega fara umspilin öll í styrkleikaflokk 4, þannig að þar verða mögulega sterkar þjóðir, eða ekkert mögulega, ég meina úr umspili A verður í styrkleikaflokki 4, en norðmennir úr styrkleikaflokki 3 er hlýtur að vera lið sem að flest öll liðin í styrkleikaflokki 1 og 2 vilja forðast, en Evrópuþjóðirnar náttúrulega geta ekki lent saman, en það eru 16 Evrópuþjóðir og 12 riðlar, þannig að með ekki vera fleiri en 2 í riðli. Já, þannig að svona, í hvað styrkleika er Noregur? Þriðja. Það er martröð, myndi ég halda. Það er rosalega. Myndi ekki fá Noreg. Þeir eru með endalaust af leikmönnum núna. Framávið? Já, jú, algjörlega, framávið, já. Þannig að normenn, það er liðið sem enginn vill mæta, myndi ég halda. Svona allar á fyrirfram. Þegar maður skoðar þetta. Spánn, Marokko, Panama, Ítalía gæti verið til dæmis einni riðill. Já. Ítalía verða í 4. styrkleikaflokki, það er að segja ef þeir fara á HM. Þannig að þú veist, Danmörk getur líka ferðið á HM og þá verða þeir í 4. styrkleikaflokki.
þú veist, það annar riðill, þú veist, Argentína, Króatía, Egyptaland og Danmörk, það getur verið riðill. Sko það var inn á Instagram síðu Gianni Infantino, þar var Donald J. Trump 4050 og 47. forseti Bandaríkjanna að fara yfir það að aldrei hafur jafn mikið af miðum selst á eitt mót eins og þetta verður rekord og hann væri með fullt af fólki fíl út af sig að þegar allir byggðu miða og hann segir sorry, get ekki hjálpað ykkur. Slík eftirspurning. Getur rætta með miða senda honum það hlýtur að haldast í hendur við fjölgun liða, eða ekki? Ég veit það ekki, það er bara aldrei selst jafn mikið. Það er bara frábært, aldrei verið stærra aldrei verið stærra og aldrei verið dýrara, þannig að það er greinilegt að fólk er til í að Já, það er allt búið að hækka. Ertu ekki búin að fara í kjörbúðuna lengi? Jú. Það er allt að hækka. Jú, ég er í kjörbúðunni daglega, þannig að þú ert ekki að hafa neinar áhyggjur af því. Þannig að þetta verður allt saman í dag klukkan 5 á RÚV 2 fyrir áhugasama og getur síðan hvernig þetta fer allt saman. Alvöru line-up. Andrea Bocelli, Nicole Scherzinger, Tom Brady er mættur þarna til að hjálpa til við dráttin. Já, veistu hver er mættir þarna? Hver er? YMCA. Já, YMCA verður mættir þarna. Þannig að það er öllu til tjálta hjá mig. Þetta voru geggja maður. Village People fyrir ekki. YMCA lagið. Village People. Þannig að ég er mjög spenntið fyrir Andrea Bocelli. Já, Andrea Bocelli hefur verið að gera góða hluti að undanförnu. Þetta er ekki upprunalega Village People svo það sé á hreinu. Já, ég er í alls konar vandræði með hljóðið hérna, þannig að við bara vinnum út úr þessu hér. Tökum, ég veit ekki hvað hljóðið get notað núna. Ég ætla að fara í smass eða pass. Heyrðu, ég ætla að fara í eitt. Af því að múrbúðin með Dóttarfútból. Múrbúðin kemur fram við alla eins. Þannig að þegar þú ert í röðinni, Hjálmar, þá er píparinn fyrir fram að með 40% afslátt og þú ekki neitt. En í múrbúðinni það eru allir jafnir. Þú fær sama verð og hann. Það er gott verð fyrir alla. Já. Og ég er búin að kaupa skóplu þarna og svo maður að kaupa Trótek hörkutólu fyrir heimilið því að þetta er miklu meira en múrbúð. Drengir, besti leikur sem þið hafið séð í riðlakeppni. Sko, þetta er alveg smá erfitt, það er ógeðslega margir, en það er eitt sem ég man alltaf eftir og það var 1990 HM á Ítalíu og það var opnunarleikur, ég veit ekki okkur, að setja bara í mér og það er Þýskaland Júgóslavía. Það var ekki opnunarleikur 1990. Var það ekki? Nei. Nei, fyrir ekki, fyrsti leikur þjóðverja, minna ég. Opnunarleikur þjóðverja. Já, meina það. 4-1 Júgóslavía, einhvern veginn að kveðja. Við skoðum við. Já. Og þannig að þetta var svona... Var hann í beinni á Íslandi? Því mig minnir eins og hann hafi ekki verið í beinni. Það getur vel að hann hafi ekki verið á beinni, en ég sá þetta allavega. Já, Matteus skoraði þetta rosalega mark. Já, einmitt. Og þetta hefur alltaf verið í mér svona rosalega nostalgíu moment í þessu leik. Þið munið kannski eftir þessu Klinsmann þarna. Hann var náttúrulega tengdur þarna Tottenham öllu þessu. Svona... Sko, það getur vel verið að margt var að slá saman. Mér minnir eins og ég hafa verið að horfa á Svíþjóð Brasilíu á sama tíma. Það er alveg magnaðið það rétt hjá þér, en ég man bara allavega mörkin í þessu leik og hvort það var að beinni, ég veit það ekki sko. En þetta var leikur. Það er ekki fyrir 2002 sem við fáum alla leiki í beinni. Það er þegar að fótboltinn fer yfir og sín. Já, pælið þessu. Þá fengum við alla leiki í beinni. Krakkar í dag veit ekki hvað það hafa það gott. Nei. Hérna, Gunni, hver er besti leikur sem þú séð í riðlakeppni? Ég man vel eftir Holland-Spánn 2014, 5-1 leikur. Vann Pörsimarki fræga. Þarna var ég ég var alveg mjög heavily invested í Hollandi á þessum tíma. Ég fæst aðeins frá þeim en ég var þú veist, það var náttúrulega sterk tenging frá Arsenal yfir til Hollands, þannig að og Van Pörsimarki fræga náttúrulega og fyrir á Van Gaal og gefur hann high five-ið og þessar mögnuðu myndir sem við fengum frá Brasilíu. Þetta er vel valið. Þetta er vel valið. Sko, sá leikur sem situr kannski mest í mér er sigur Íran á Bandaríkjunum 98. Já. Því að það var mikill hiti og náttúrulega mikill pólitík í þeim leik. Og Matti Viggi skoraði manni og Brian McBride skoraði fyrir Bandaríkjun allt í steypu þarna hjá Bandaríkjunum. Ég var náttúrulega á þessum tíma 90s var ég náttúrulega stundismæður Íraka. Var einn af fáum stundismönnum Saddam Hussein hérna á Íslandi. Já, þú helst. Þú syndir nú helvitið móti strömmnum þá. Já, maður var hann í Persaflóastríðinu að býða eftir einhverjum almennilegum fréttum. En þarna... Já, þetta var reynda rosalega leikur. Já, og þarna voru nágrannar þeirra. Og Ali Dai jafnaði upp á Matti Viggi að þetta var mikið undir, en ameríska landslið var algjöru tjóni það. Mitt. En byggustu ekki við því að
sko Brian McBride maður að bandarískar íþróttir væru komna lengra, þú veist ég að segja, þú veist þeir voru náttúrulega mjög framalega þarna á þessum tíma en núna Nei, erum við að sjá þeir eru ekkert framalega þarna. Nei, ég er bara að tala um almennt í íþróttum að því að nú erum við að sjá bara, þú veist við vorum að horfa á eitthvað púl í Docksonunu og það var hérna ræterinn fór eins og hann fór og svo ertu með NBA-deildina sem hefur svolítið verið þeirra stolt, þar eru Evrópumenn Hver er meistarar? Hver er meistarar? Í NBA-deildinni? Já. Það eru Kanadamenn. Nei, Oklahoma. Það eru Bandaríkjamenn. Já, en þeir voru ekki mennir á útlíka. Jú, það er mest Nei, það er náttúrulega bestileikmaður þeirra Kanadamaður. Shea Gilgeous-Alexander. Já, Norður-Ameríkumenn. Já, en bestu leikmenn hafa undanfærin ár verið að koma frá Evrópu. Nei, líka bara, þú veist, ég bjóst við því Bara bjóstu hvað við þá að Ég bjóst við því að Bandaríkin væru nærði að gera allu að einhvers konar heimsmeistaratilli eða Í fótbolta árið 2000 Svo honum hefur verið systematískt haldið niðri af því að þeir verið að bara halda hérna ameríska fótboltanum og körfuboltanum og hafnaboltanum og öllu þessu en er ekki Bandaríkin alltaf með flest velur en ólympíuleikunum og svona Sumar, jú Sumar ólympíuleikunum Þannig að vetur ólympíuleikunum þá er það Noregur Er Noregur með fleiri velur en Bandaríkin? Nei Yfirleitt á vetur ólympíuleikunum Er það? Já Vá Það er ótrúlegt Já, magnaður rétt er einist Já, það er með fleiri velun Það er alveg magnað, ef það er En já, ég hefði aldrei trúað þessu Við skulum fact-checka þetta Já Það er live fact-check í gangi Er það að tala um of all time eða? All time table All time medal table Já, það er Noregur með 148 Sjáu þið hér að Austur Þýskaland sem var bara til í sko 6 leika eiga 39 Þeir hefðu verið á topnum Þeir eru ótrúlega Sovjetríkin hafði gaman að sjá það Og fyrir hvað Bretar unnið 12 gullvelun á vetraolimpíuleikum Þetta er nú líklega Það sé ekki skautar eitthvað Gæti trúið Já Þetta er áhuga Skemmtilega listi Þetta er skemmtilega listi Þetta getur notaði pubquiz í kvöld Já, svo sko, austu þjóðverjar eiga fleiri gull en vestu þjóðverjar allir í sinni sögu Vá Já, ok, sorry, þetta var umlegt teik því að þeir eru líka náttúrulega bara 6 vetraolimpíuleika Þarna drullaði dóttorinn á sig Hér var það lítið grimmur Þið sjálfa sig Já En Noregur er alveg Þetta er eign normana enda hundleiðilegt stöf Nei, þetta er náttúrulega og fyrir þá sem vaxið ótrúlega undanfarin ár þeir sem hafa áhuga að horfa á vetraolimpíuleikana geta hringt í Gunna og hann er þar í sófanum og setið með honum Akkur ertu að tala niður stóra íþróttaviðburði? Þetta Ég hef er engan áhuga á náttúrulega risa Ég hafði áhuga á þessu Kalgari 88 þá voru við Það voru leikar maður Það voru leikar En nú er þetta orðið betra og það sem hefur bætt þetta enn frekar er að Rússum hefur verið þú veist, þeir fá að taka þátt á olimpíuleikunum núna 26 á Ítalíu sem að verða bara líklega einhverju glæsilegustu Það er ekki með einhverju skilurðum að það var ekki stutt eitthvað hafi verið í hernum eða eitthvað Þú þarft að keppa undir hlutlausu fána, jú En manstu hver síðustu olimpíuleika voru Hjálmar í vetraolimpíuleika? Það veit að enginn Ekki séns sko Það er ekki séns Spila Smass Nei, maður ekki Ítalíu, hann var að segja Ítalíu var 26 það var alltaf olimpíuleikar á sama stað Ég var ekki að hlusta á Hvað er að voru? Kína China Það er Já, við þurfum að býða allarleið fram í febrúar eftir þessu Ég skil þetta ekki En við þurfum að fara Ég mun aldrei skilja það Já, þú ert kemur líka úr skíðum Já, það skiptir engum máli þegar ég sé íþróttaviðburð, það skiptir engum máli Þú veist, ég get alveg investa mig í snóker Ég hef engan áhuga á snóker Ég get alveg investa mig í snóker Ég get investa mig í Horfðu á púlið í kvöld Já, og segja mér að þetta er skemmtilegt Já, bara minnstamáli Förum í Smass eða Pass á hljóðmyndin í Tómi Tjóni á Dóttarfútból í dag en ég ætla að sýna ykkur myndir af leikmönnum og þið segir mér annað Smass eða Pass hvort er mun einhvern vinna Ballon d'Or hvort er verið einhvern bestur leikmenn í heimi auðvitað neyðarlegt fyrir fótbolta núna að Dembele sé sá besti sem hann er svo sannarlega ekki nú Estevão verður hann Ballon d'Or vinnir Smass eða Pass? Pass Báðir Pass? Já Hafið enga trúastöð? Nei, jú hann verður ekkit Ballon d'Or Nei Hann er ekki það góður Já Það fá ekki múið til Real eða eitthvað svoleiðis eftir 3-4 ára eða eitthvað Já, þetta eru kalda kveðjur á vinni mína í Chelsea samfélaginu Vinny Junior Pass Nei, þarna ætla ég að segja hann getur talað sinni á þetta
Smash Nei, Ég held að selja þetta leikmenn í heiminu sem eru hataði meira Ég held að selja þessu hugmynd Smash Hann ætlar að selja þessu Lennart Karl Ballon d'Or vinnir í framtíðinni Smash eða Pass Ég ætla að segja hann svo helviti góður Ég ætla að segja Smash Hann 2008 hann er að vera besti leikmaður í bæinn Ég ætla að segja Smash Já, Jú, og kannski ef að Þýskaland verður einhvern tímann eins og stærri eða eitthvað. Já, ég ætla að segja Smash. Smash Jude Bellingham Pass. Pass því miður Já, hann er vengdíðan meira HM í ár Já Hver vinnur það á Ballon d'Or? Kennarinn Já, Það er bara þannig Hann er langt á undan honum í röðinni Það verður áverð að sjá hvernig þetta fer Náttúrulega hann hefði mögulega unnið Ballon d'Or ef Englendingar hefði unnið úrslitaleikin hérna 2024 því að hann skoraði auðvitað hjólspönnu á leiðinni og svo meistaradeildin og allt þetta og síðusti maðurinn Lamine Yamal, Smash eða Pass Auðvitaðsta Smash sögunar. Já, þetta er Smash Já, Það er sér bara klárt Það er búið að Nei, ég held að verði bara þetta geti þess vegna gest bara næsta ári sko. Það er búið að gera pláss fyrir hann Hann hefði náttúrulega átt að vinna þetta núna Já Hann mun, ég tippa, þú veist, ef eitthvað er þá myndi ég tippa á 5+. Já, titlar Já. Þetta er auðvitað Þetta var skemmtilegt magnað allt saman algjörlega magnað Haldum áfram Já, Orkan 30 ára þegar að við Hjálmar heldum að við varum að fá Irvin Oil þá fengum við Orkuna og hún er 30 ára Stórstund. Já, og nú er það 30 ára Orku í tilefni býður Orkan allri þjóðinni lægsta verðið allstar með orkuliklinum út árið 2025 Þægilegt Það er þægilegt Herðu, við ætlum að skoða með Orkunni nýju landsliðsbúningana í handbolta og fótbolta Já og við sjáum að Gunni Birgis fyrir þá sem eru að horfa og þarna skorum við á fólk að horfa á YouTube en nú eru allir búin að sjá þessa búninga bara ykkar hlutlausa mat, eru þið sáttir? Já, ég er mjög sáttur við Ég þessu. bara held að þetta sé bara virkilega vel gert Þetta er bara svona með því flottara sem maður hefur séð bara Virkilega vel gert á þessari öld held ég Og bara. líka að segja strákarinn í boltamannunum Ég er búin að vera það svolítið Ég fer oft á daginn Sitt bara og spjalla og tek kaffi Já, og spjalla með Mér finnst það vita. geðveikt Það er sófi þarna og spjallið mennska boltan Herðu, og það er að segja Það er bara fólk stanslust að koma að kaupa Bara stanslust Já. Þetta er mjög flott treyja. Hér er, svo er ég Þetta er hérna mjög vel með landsliðsbúningin í fótbolta og það náttúrulega breytist rosalega þegar komið númeri framan á Já og En nú er eitthvað gagnrýna fyrst Fannst hann eitthvað fannst töl hann og svona? einfaldur Já, en ég segi stundum einfald er best já Mér finnst það geggjaður Ég hefði viljað einhverja örlitla dítela. Já, þú hefði viljað dítila í treyjuna sjálfa inn í svona, eins og Ítalinu voru með eru með lárviða laufið Ítalinir En fonti, hérna, þetta er flott. Aftan á mjög flott. Mjög flott En ég hefði viljað kannski eitthvað svona, ég vilja eitthvað smá hérna, þú veist, eitthvað hér eða eitthvað hérna. sko eina sem ég vil alltaf fá en fæ aldrei það er íslenski hesturinn ég væri til að hafa hann Auðvitað hefur að vera með íslenska hestin inn í minstrinu kannski og allar gangtegund Já, 5 Hann er 12 tegundur spes hvað það var það. er hann ekki eini hesturinn sem töltir? Jú, 5, já. Brokkið og það er Já, stökkið ekki En sko, svo væri alveg pæling. Það er náttúrulega að komast svolítið í tísku aftur og það er náttúrulega bara að fá gamla góða kragan. Þú veist, eitt kragi myndi breyta þessari treyju mjög mikið, sko. Já, Veist, ég held samt að fá dökkbláan kraga hér uppi Já mögulega eitthvað smá dökkblátt hérna niðri. Já, þetta er fallegur Já, bara virkilega vel búningur. gert Gaman fyrir þá sem er að hlusta og sjá þetta ekki en þið getið séð þetta bara með að þeirra að hlusta getið velt þessu fyrir ykkur Já. En maður sko ég er aftur komin í að vera búningasjúkur Já, Maður svona aðeins, dókið aðeins niður hérna á tímabili Já. Aftur komin í að kaupa fullt af búningum Nú er líka bara orðið bara mjög samfélagslega viðurkennt að vera einhvern veginn bara Síðerma ykkur og jakka yfir Já. Geggjað Já, þannig að svo er það auðvitað hapatreyðunar sem að fást meðlans í hagkaupum og þeir voru með þetta allt saman á Black Friday tilbúið 20% afslætti og Þetta er sniður jólagjöf, þetta er skemmtileg Alveg jólagjöf svo. þetta er gaman Svo uppljóstrar neitt að þá keypti ég nú nokkrar. Já, Vel gert. og á þess að uppljósta eitt eða neitt jólagjafna sem þú gefur í ára Já. þá keyptir þú nokkrar Já. að, já,
Erum við að fara að gefa okkur öðrum jólagjöf? Hvernig það virkar þetta? Erum við á þeim stað? Já, það síðasta fyrsta fyrir jól. Ég er búin að versla fyrir ykkur gjöfur. Ég líti á okkur sem bara mjög persónulega og mjög nána vini. Ég á ekki marga vini, en ég á fá á góða vini. Það sem að ég sé alltaf með Gunnar, ég spyr Lýsson, hann er vinur vina sinni. Já, hann er einn af þeim. En ekki Hjálmar. Ég vil að gröfin mín sem verðt þannig. Hann er vinur vina sinni. Vinir koma að fara. Gunnar er bara, Hjálmar er bara vinur allra. Það er ekkert. Það er kannski kostur og einnig galli. Já, það er byrjað að telja niður í Verdens gang fyrir HM-drættinum. Fyrir þá sem búi í Noregi þá verður þetta á TV 37 sem þú finnur númer 19 á áruglaranum í Noregi. Nú, við höldum áfram. Þú er 8 betri. Og 8 betri. Já, ég sé að búllistrákarnir hlæja. Já, ég hafði gaman að þessu. Við höfum gaman að þessu. Við unga fólkið höfum gaman að þessu. Já, verður þarna okkur hliðar ás. Þannig að þeir áhuga sama í Noregi. Tjekkja á því. Það held ég. Við ætlum að kíkja á bestu deildina. Því að Kjartanfæðir er með Dóttorfútból og Kjartanfæðir er með allt fyrir jólin. Hangikjötið, hamborgarhryggur. Hamborgarhryggur er víst ekki steik. Ég fekk það staðfest. Ég hef alltaf kallað þetta steik hérna. Steikinn farin í ofnin. Já. Það eru þetta þessi frétt með Láka sem satt með ykkur í gær. Já. Þú veit hann skemmtilegur. Já. Það komið nummer 1, 2 og 3 á óvart sko. Hann er helviti skemmtilegur. Hvað segir? Nefnda nokkuð að vera þarna í Eyjum? Var þetta ekki bara eitthvað, þú veist, tók hann ekki, köllum við ekki Leósson múfið hérna í Kópavoginum þegar að Reynir Leósson þurfti að komast úr HK og þá fann hann sér einhver ástæðu. Þetta er alveg þekkt stærð. Já. En maður vill losna úr einhverju vinnu. Já. Úr einhverju samböndu líka, menn að gert það í samböndu líka. Já, í samböndu, þetta er ekki þú og ég. Já, absolutt. En ég er bara búin að vera í einhverju tómu djúsmulli. Já, hvernig hafið þið komið einhver einhvern veginn úr vinnu bara með einhver svona dóti? Maður hefur náttúrulega... Hafið einhvern tíðan þurft að segja upp og... Já. Hvað með það, Gunni? Þú er unnið á svona... Já. Yfir alveg vinnu. Kannski er þetta fyrir mig að ljúga mútu fjölskyldufyrirtækjum. Ég tók, það var svo sem, já. Nei, þetta er saga. Jú, hvað er með það? Ég vann, ég hef ekki tekið 36 mánuði, ég tekið 6 mánuði hjá Nova. Já. Var þar að gera góða hluti. Þurfti svo frá að hverfa. Ég fann mig ekki Enga, bara svona. Jú, ég meina Pressa. Pressa og arsemi. Ég get alveg fundið mér enga bara svona. Ég er bara gott að fara til ríkisins. Fara undir feld. Það er hlýjað til ríkisins. Hann er ekki hlýrri en það en ég fæ ekkert suma, ég er verktaki sko. Þannig að Já, eðlilega færði ekki það. Það var mjög skrítið að verktaki fengi bara eitthvað. Orlof, já, ég veit það. En ég tefli á 2 hættur þar með fjölskyldu til að fæða og annars en varandi þetta Lákamála maður byrjaði á því að heyra fyrst sko að hann hefur verið trilltur og ekki viljað eðlilega að leikmaður í liðinu, eitt besta leikmaður í liðinu sé orðinn svona þannig séð yfirmaður hans svo heyrir maður í gærkvöldi byrja maður að heyra að þetta hafi verið eitthvað svona plott og að hann hafi meðal annars sko sagt já við því að Alex Freyr yrði framkvæmdastjóri og hvatt stjórnaði til þess að framkvæma það síðan heyrir maður svona einhvern millivega af þessu öllu saman og ég held að niðurstaðan sé alltaf svo að ég held að Láki sé alltaf vel settur þjálfarlega en náttúrulega með reynslu frá Portúgal og Svíþjóð og annað slíkt hvort hann sé komin með eitthvað annað eða hvort að hann hefði einfallega bara ekki vilja taka annars sumar í Eyjum eða hvað þú veist, veit svo mikið með það en ég held að niðurstaðan sé samt alveg svo að hann er ekki ánæður með að Alex Freyr sé mættur þarna sem framkvæmdastjóri knattspyrnudeildar. Ok. Ég held að það sé niðurstaðan í þessu en eins og ég þetta er bara vont fyrir Eyjamenn af því að þú veist, rosalegar þjálfara róteringar og bara, ég held að hafi séð þarna einhvern mann sem að þessi getur komið kannski verið í 4-5 ár, steady the ship einhvern veginn. Hjami, þegar þú hættir sem fasteignasali, þurftur að láta einhvern vita eða hættir þú bara? Nei, ég hætti bara. Ég bara óska vinn minn vita, ég var hjá honum. Varstu fasteignasali? Já, fasteignasali. Og hann bauðst til að flytja með því? Já, ég var sérst á þannig, ef þú seldir íbúð hjá mér, þá bauðst til að koma og flytja. Hjálpa þær að flytja.
Þetta sá ég man eftir þessu marketing hjá þér. Þetta var svolítið gott. Já, það kom nú ekki til þess samt, en það hefði verið gaman. Náður að selja eign? Já, ég seldi alveg eignir. Já, ég hefði gaman að þessu. Ég bara þetta svona, það var meiri aksjón í bílabransanum. Já. Það voru svona á hverjum degi eitthvað, þetta var meira svona fólk að taka heilangan tíma í að skoða eitthvað og bíða og það er ekki alveg fyrir hjamman. Nei, og úrslitið strax. Og úrslitið strax. Já. En það er engin svona, þú veist, yfirleitt þegar losnar staða í efstu deilda þá er alltaf svona kannski 1-2 nöfn sem að kalla svolítið á mann. En nú skoðaðum við allir eins og svona fótbolta.net 10 kostir fyrir IBF í þjálfaraleitinni. Það var engin svona sem að maður eitthvað svona, já, heyrðu, þetta er en að taka bara eitthvað séns. Já, ég er að segja, akkur ekki? Akkur að taka bara Matta Bill sem nýkúin á vellinum og láta hann þjálfa. Já, eða bara taka einhvern enn meiri séns. Eins og? Nei, fara bara í einhvern ungan með eitthvað manifesto. Fyrir það? Manifesto, það er ekki búið. Er ekki alveg orðið óþólandi þessi krakkar sem þykist vita allt dbolta og heitir mæból, hérna Gunnaból spilum hérna engin senter 4 hérna djúpur já, það hefur verið þróun fótbolta samt, en ég meina, er ekki ungir þjálfarar að gera fínt mót, ég meina Carlo Ancelotti sittur slagar á og bara leifir mönnum að sjá að spila. Úrseler, fættur 93 Will Still. Já, vel still, hann er aðrunlaus. Já, en hann gerði flotta hluti. Já, þetta verður áhugavert maður. En það verður ekkert á gömlurönum sem að detta inn í þetta starfi, en það? Er það að fara að gera það? Nei, það er alltaf sko að svolítið mikið commitment að flytja þetta veðsmanni. Já, þetta er svolítið svona, Dóri Árni er ekki að fara, ekki Jón Sveinsson, ekki Eiður, ég sé það ekki. Túfa gæti alveg gert það. Túfa er náttúrulega bara... Já, þú kannski heyrir í vinniðinu Túfa. Þið getur náð vel saman. Já, ég hugsa það. Við erum vinnir á Facebook. Addaði mér ekkert og ég var ánægð með það. Já, hann er þessi mönnum sem óskar mér alltaf til að mikið með amalið. Já, almennlegur kall. Já, mjög almennlegur. Já, manni þykir vænt hann Rúnar Páll í Eyjum. Það er einhver visla. Það er í stefning. Greg Ryder með að ride or die bólta. Já, þetta er skemmtilegt. Láki segist að fara út. Já, hann er þetta, segist horfa út. Hann er vel tengdur, rosalega vel tengdur. Já. Tengingarnar í þessu lífi, talandu tengingar, Volt eru með Dóttur fútból þegar við kíkjum í enska boltan. Og Volt, nýjasti leikmaður Volt er Hagkaup. Það er geðvögt. Já, það er nýr leikmaður sem velgert Jói, ríkalega velgert. Rísa stórt að sæna Hagkauparninn, þannig að getur fengið allt draslið og leigið á bumbunni heimaður. Það snýst þetta allt saman. Hvað er betur en að vera á bumbunni? Svo hringt. Góðan daginn. Já. Það er enski bolti, það var einn leikur í gær þar sem Manchester United og West Ham gerði jafntefli. Ég er svo sem vita alltaf vikuna að þessi leikur færi jafntefli. Guð minn góður. Þetta var agalegt sko. Já, þetta var ekki gott, en þetta er bara í takti við þetta slaka United-lið. Það er auðvitað þarna þessi strákur sem er að þjálfa. Ef hann myndi heita Barry O'Neill og væri frá Norður Írlandi, þá verður látið fara eftir 10 leiki. En af því að þetta er einhver Portugali með eitthvað skegg og eitthvað, þá hafa allir trú. Og það er algjör óþarfi að hafa eitthvað trú á þessum strók. Hann hefur samt bætt liðið í ýmsum þáttum eins og til dæmis föstum leikadröðum þar sem að United er búið að skora held í 10 mörk á þessu tímabili. United var eitt af lélegustu liðunum í föstum leikadröðum undir stjórn Erik ten Hag, en nú eru 10 mörk af þessum að ég held 21 sem er komin í deildinni. Það er ekki þetta mörkum, 21, það er ekki neitt. Þannig að og ég held að sé hægt að beintengja 22 sig, ég held að sé hægt að beintengja 11 stig held ég við föst leikadrið. Frábært, ég hef ekki áhuga. Við horfum á leik. Þetta var ótrúlega máttlust og meiri sé að fannst manni bara stúkan. Það var bara ekki stemming eða neitt. Vandamáli er þetta, þegar hann fer að skipta og hann fer náttúrulega á taugum af því að strákurum fær gullspjaldi fyrir hann og sem hann bara með allt í tiskið. Svo tekur hann út af og setur Jóró inn á. Þá náttúrulega kemur bara panik á allan og völlin og allan pakkan. Hvernig einhver seldi mér þennan Lenny Jóró, veit ég ekki. En svo tekur hann Kunja og Sirksey út af báða. Og Sirksey er bara þannig að sparkabóltanum til hans þá heldur hann getur haldið hann út leikinn. Þetta voru náttúrulega skelfilega skiptingar. Manuel Ugart, það er spilari. Já. Það er áhugaverður spilari.
og svo sem ekki út á hann að sitja þarna í þessu, hann baði ekki að fara þarna inn á og láta taka þess að menn út af hins vegar það mjög áhugavert, það kemur hotspinna og hann tekur 2 leikmenn út af, hann sniður þarna núna, hann tekur 2 leikmenn út af í hotninu og setur 2 inn á og það svona, ábæðlega allt varnar setupið á United hefur snúast að stoppa Sásek þá hefur hugsað, þetta er þægilegt hann farin út af, yes switch off skalli varð á línu, fyllt eftir og eitt niðurstaðan skelvileg úrslit fyrir Manchester United þetta nú bara 2 heimaleiki núna algjört klúður, Everton á heimavelli og svo þetta til hvers að setja Lenny Jóró inn og þú getur bara hent bútsjöndum inn á í hálfleik Nei, þetta var Því tapa tækifæri þetta er bara alveg svo Everton dæmið Manchester United á bara að vera í öðru sæti þeir eru ekkert að vera í hérna 8. sæti með enga Evrópukefni, þetta er bara bull en ég meina, er liðið betra er þetta alfarið sök þjálfarans? Já, það er þannig þetta er alfarið sök þjálfarans hann er engun takti við þetta lið og er ekki að ná nein út úr þessu og því fyrir sem hann fer því ekki betur hér Manchester United í stakkbúið að takast á við framtíðin En ertu að segja mér að þetta byrjunarlið eins og því var stilt upp til dæmis bara í gær? Hann stillir þessu vittlast upp, þannig að það er nú fyrsta lagi, þannig að þið er ekki að ræða þessu uppstillingu. Nei, ok, en við tökum svona þessa helstu, ertu að segja, er þetta betra lið en City, Aston Villa, Chelsea? Nei, bara City eru að hyggsta, Aston Villa byrjuðu ekki mótið, Chelsea lið er í mólum, það eru agalösir og þessi lið eru öll fyrir ofan og Sunderland er fyrir ofan United. Og þú veist eins og í topp 10 þar öll liðir reyndar með plúsmarkatölu fyrir utan Liverpool-liðin 2 Liverpool-liðin önnur liður í plúsmarkatölu Já, þú er svolítið tönglast að þessu 22 mörgskorið það er ekki nóg Nei, það er ekki nóg og 21 fengið á sig En eins og ég segi, hann er Portugali þá fær hann aðeins lengri tíma það er svo mikið trú á þessum snillíkum þetta eru náttúrulega En hvað, þú veist eins og sé, hversu marga þjálfara á Manchester United að taka Þeir eru ekkert búin að fara inn gegnum svo marga þjálfara Hvað þetta er? Á 12 árum Þetta er ekkert svo mikið Þetta er Moyes Van Gaal Nei, Mourinho Ragník var caretaker, við tökum hann nú ekki með hann var bara svona hann bara tekinn til að klára tímabil það var bara eins og ég talaði Freddy Ljungberg sem Arsenal-stjóra Hann tók eitt leik Nei, hann tók caretaker Solskjær Ten Hag Nei En liðið er bara svona stórt lið á bara reka þjálfara þá til að finna rétta þjálfara það er ekkert að reka spá í við erum að borga svo mörgum eitthvað kjafta finnum bara mannin sem er með þetta og látum það ganga það er ekki verið að þessu bulli En mér skilst að meira sér að Ruben Amorim svona með það sem að les var hissa á aðstöðunni hjá Manchester United þegar kom þangað frá Sporting Það er að segja En það er samt eiginlega alltaf samt sagan þetta er alltaf gamla góða við köllum þetta Bönnum Tómas og svona kenninguna þetta er alltaf sama Já, kom og hann bannaði Tómas og svona þetta er alltaf sama alltaf er alveg rosa hissa hvað er allt í miklu rugli svo er ekkert eitthvað allt í rugli menn segja þetta bara til að þú veist Er ekki allt í rugli á Manchester United? Jú, það er allt í rugli en það er ekki í stað að sé eitthvað innvið endilega sko. Þú samt að með byggameistaratitli í fyrra og úrslitaleikur í vor sko. Þetta er nú ekki verið en það. Þetta er úrslitaleikur hverju ári. Úrslitaleikur í Evrópudeild. Er það eitthvað sem United vil? Já, ég meina ef þú er unnið kannski einn Evrópubikar á þessari öld þá mættur þú segja þetta. En við skulum gera þetta upp með Kia. Nei, ef þú hefur ekki unnið þetta, þá máttu ekki tjáða þetta. Það er bara þannig. En þá til að kemur að því þá máttu tala það var öll liðin unnið þetta það er rosalega reyndar ég trúði mér, ég tæki stöðu Arsenal undanfærin ár frekar en það sem Manchester United hefur upp á að bjóða að vera í baráttunni segir Silvudrengurinn vera í baráttunni gera þetta upp með Kia þessa umferð þessa frábæru midweek umferð þetta reynda var geggjuð umferð hver er bestur? Ég myndi segja Watkins Oli Watkins ég hefur þá ekki að fara til Leeds og finna þjálfaran þar eða hvað Daniel Farke Daniel Farke, þetta var vel gert undir pressu margir Leedsara sem ég er að fylgja á miðlunum sem að vildu losna og vilja það vilja allir losna er það ekki svolítið, þið voru nú á leiknum oft er gott að fara á svona leiki og sjá bara hvað þeir, liðið fær góðan stuðning hann er ekki með neitt með þessu en svo er hann bara þessi frábæri seinni hálfleikur á móti Man City sem að finnur systemið sitt
hann þorir að skipta breytum system, einmitt. hann ekki með eitthvað farkeból sem að verður bara að spila eftir Nei. og allir búin að lesa Já. Þetta svona mennimenn Daniel Farke Daniel Farke Ég held að Leeds, þeir falla ekki. Þeir eru bara með góðan heimavöll, þeir falla ekki. Nei, Þetta bara... Við vorum reyndar að fara yfir þetta í gær En vilt þú segja hvað lið þú heldur að falli? Já, ég held að Wolves falli, ég held að, hvað sagði ég eftir Þú sagðir West Ham, ég held að West Ham fari niður, ég held að sé bara þeir ólélir. Þú sagðir eitt lið og ég veit ekki alveg Hvað er það? Þú sagði Fulham Ég held að Fulham fari niður. Þetta Nei, er bara- að veit okkur að þið segir nei. Veist að þeir eru svo flottir í móti City, 5-4. framan í mig sko Strákar, þeir eru í 15. sæti, þeir eru búin að tapa 7 leikjum. Veist, þetta er bara, góðan þjálfara já, frábæð þjálfari í 15. sæti. Þannig að já, við skulum sjá. Ég held að fari niður. Já. Ég held að sé alveg garantíð að fari niður. Þessi verðið en haldið. En svo er það búðingurinn í þessari umferð, hver er svona stóri búðingurinn í þessu öllu saman? Ég held að sé, nú, já, þú veist, ég nennur ekki að fara í það eitthvað dómaradæmi, en þetta var náttúrulega kjánalegt þarna vítið sem að Tottenham fekk á sig á móti Newcastle, þannig að dómarinn og búðingurinn. nei, En ég er ekki að fara í það, ég ætla að segja, ég nenni ekki að fara í það. Ég ætla ekki að fara í það. Ég myndi segja Van Dijk Van Dijk, ég ætlaði að nefna Van Dijk sko og Tosin Adebayo var náttúrulega hræðilegur hjá Já. Chelsea Já. Sæs, hann var skelvilegur Svo er Ruben Amorim fyrir þessar skiptingar in-game management Thomas Frank er algjör búðingur þó þetta hefði fyrir 2-2, þá var þetta bara að horfa á hann að leik, þetta var fáránlegt. Hann er svo glataður, þessi greiði kall. Sko þetta er gaman að enska boltarinn nú sko. Tottenham hattar stjóra sinn, margi United menn þó líki stjóra sinn og Liverpool menn þó líki stjóra sinn. Það er rétt, já. Er það sant? Já, ég meina, fullt af Liverpool mennum er búin að bjóða mér skipti á þjálfarinu sko. Myndur þú taka skiptum? Já, ég myndi taka skiptum. Þú myndi taka slottar frekar? Já, Í alvöru? já, frekar en Ruben Amorim. Já. Það er bara alla daga bara kottu bara með hennan bara Sigga Gunnars þeirra og ég myndi bara fá Sigga Gunnars með honum þegar annar vílaður Það er enda að vera geðveikt. svo myndi ég fá Rúf 2 til að vera með þetta í bygg Já, það er ekki flókið Hérna, ég ætla rétt að vona að mitt Búðingur. fólk upp í efstaleitinu sé að undirbúa einhverja rösnarlega jólagjöftíðin. já, það er alltaf þannig Það er engin sem er auglist Rúf 2 betur heldur en Herra Hallegason. ég verð að fá okkur Já, jólagjöf já, og ég læt græða það. það er kærlega fyrir það ég er innigna maður þannig að Já. ég verð alltaf til einhver innigna ég vil fá að velja sjálfur ég er svolítið þannig, ég vil fá að velja sjálfur en ég veit prinsip, skipti aldrei jólagjöf herðu, minnst að ég er fullkonum anþakklæti ég ætla bara, ég er búin að vera með þetta mörg ár og ég verð svo móðgæður ég heyri eitthvað skipti eitthvað sem ég gaf, já, ég líti á bara, já, flott, viltu ekki bara næst velja það sjálfur, bara, ekki bara sleppa það að gefa það næst, já leggja bara inn að þig, þetta er, átt aldrei að skipta afmælisgjöfum eða jólagjöfum. og líka bara til undirstyrku hvað ég góð mannskja að sko, ömmu mínu eru báður 100 ára að ef það gáði með peysu eitthvað þær voru leiðin heimsól, fór ég í peysuna Þetta er, já, já. og þú veist, þær af líklega mamma sem keypti þessa peysu já. en bara þannig að ég væri með alla ána Já, klókur. skilur hvað Já, vel gert, Hjörar. Þetta voru einu sko, þennan leik þekki ég. Þetta voru einu skiptin, náðu hljópmaðurinn í herbyggi, fór í þetta er þvílíkt tótt. Með glæjaði mest undan þessu peysu, sko, mest óþægilegustu peysu. Passaði Let sér hafa það. sko önnur amminn gaf mér einn svona Arsenal búning í 80 og svona 9-90 þegar Siggi Jóns er að það en hann var að sjálfsögðu fake sko Já. og það fylgdi með svona Arsenal-merki sem maður þurfti að strauja á þetta var spört Já. þannig að það þurfti bara að setja pappír og svo bara byrja að strauja þetta var ekki fórnað það þannig að já, máttur Sigga Jóns er mikill við Styttist ég að Arsenal-merki verið straujað á enska meistaratitilinn. Skulum halda áfram og förum í leikina sem eru í gangi helgina Löður sér bílinn. Já, það er allir bílar allt of skítur og mikið ferð í tögutunum að sjá þess að skítuðu bíla og ég sendi menn beint í Löðrið. Já, ég fór núna og það er að bíða stundum með 5-6 bílar undan eðlilega, það tekur samt enga stund. Nei, segir ekki sjáðu hverju mættur. Nei, Skrúa niður rúðuna. það virkar ekki á sjálfsala. Strákar. Ég er að fara í gegnum. En þá ítir í fólkið á undan. Já, það er ég ekki að vera undan. Halló, Fyrir ekki, þið sjá ég er að grífa með þetta smá, ég er með pubquiz. Það fer ekki alveg að láta mig bíða. Þetta er sniðut að vera líka með bara áskrift 6 og 9 mánuð. Já, það er ekki neitt. Þegar förum í leikina, stórleikurinn er í hádeginu á morgun þegar að vængbróti lið Aston Villa tekur á móti Arsenal. Emi Martínez er frá í liði Aston Villa Einmitt. og Viltu fara eini heimsmeistarið þeirra í sögunni. Viltu fara eitthvað yfir meðslalistan hjá Arsenal þá eða? Nei,
Að þú talar vængbrotið Er það ekki bara 2 vængbrotin lið að mætast? Nei, það er nú ekki að segja það. Nei, þetta heila byrjunarlið sem við erum með fjárverðandi, Arsenal með fjárverðandi, það er ekki... Það er ekki heil byrjunarlið. Hver á að vera Gabriel Jesus. heila byrjunarliðinu? Einmitt. K.O. You've just been hell knocked out. Já, þetta var K.O. You've just been hell knocked out. Öll vörnin fjárverðandi. Þannig þetta. Hvernig sjáum við þetta fara? Þetta verður geggjaður leikur maður. Með Engaremi Martínez, Aston Villa og Bísót með opið hús. Já, hann syngdi það í byrjun. Já. Mútið Brighton. Hann fekk 3 á sig bara. Já, var skelvilegu bara hann kaldur. Þetta verður geggjaður leikur. Unai Emery. Djúvill hann góður maður. Og passionate sáðu hann í háluleik á móti Brighton. Trilltur hann hendi úlpunni eða tók hann upp eitthvað djúvillin. Ég held hann eftir að vinna þetta. Já. Hann eftir að stríða Arsenal. Hann eftir að vinna þetta. Hvað segir því, Strákar? Hvernig fer þetta? Ég held að þetta verði, ég held að séu margir að búast við, opnum og skemmtur á leik. Ég held að þetta verði svona nokkuð lokað. Ég held að þetta verði kannski 2-0 Arsenal. Ég vona að Viktor Gyökeres byrji frammi. Fyrir Merino? Nei. Sjóð heitan. Halda öllum ferskum. Þetta var rauðvinni í gær. Ertu komin í viskið? Hann er aftur komin í viskið. Bara, eins og segi, það er svona einhver tilfinning sem maður hefur að hann kom inn. Rice verður heill, hann spilar alltaf, það er 100%. En vandræðin eru náttúrulega hafsendastöðunum hjá Arsenal akkurat núna. En það sem betur fer er búið að sækja og búið til dýft. Þannig að þetta verður bara hörku spennandi leikur en ég, eins og sé, ég gerir ráð fyrir því að þetta verði rútínusigur hjá Arsenal. Skoðum síðan leikina sem verði í Docksóninu. Það eru 5 leikir í Docksóni á Laugardal, Bournemouth, Chelsea, Everton, Nottingham Forest, Manchester City, Sunderland. Já, Sunderland liðið sem hefur náttúrulega slegið í gegn Newcastle, Burnley og Tottenham Brentford, kannski aðeins síðan Tottenham Brentford leik. Thomas Frank að mæta sína gamle félagum. Jú. Þetta er náttúrulega alveg... Gæti þetta ekki verið slipp? Sko, ef eitthvað gerist í þessu leikur fyrir ekki 2-3-0 fyrir Tottenham, þá verður hann bara að fara. Þú ert alveg eins og ég, Hjálmar, þú ert mikill vinur stjóra alltaf verið. Liða, en núna nennur þessu ég gjörsamlega búin að fá nóg, sérstaklega eftir hann Arsenal-leik, þá bara fekk ég alveg upp í kók, sko, þegar hann fór þarna í 3 manna. Djöfull, 5 manna eða 3 miðverði og þetta pirraði mig alveg rosalega. Og svo hann bara maður sér það bara, þessi gaurar eru ekki að bera neina virðingu fyrir hann, þeir eru ekkert að líta upp til hann. Einhver sagði, sko, er það ekki alltaf búið þegar menn taka liðsfundi fyrir leiki á vellinu þegar taka hérna? Já. Þá er þetta bara búið. En Mikki Vandivenn, hvað það verður með, hann var bara kvíldur, sagði hann, sko, en ég held að Mikki Vandivenn, ég held að sé ekki vel við Thomas Frank. Nei, hann skora ekki mörg fyrir hann. Heldur betur, við á miðverðinu að skoða fullt af mörgum fyrir hann. Þá náttúrulega, þegar leikmenn virta hann ekki með að taka hönduna. Já, og Spence var þar, veist, hann er ekkit einhver hetja, en hann er ágætur. Gæti Keith Andrews rifið í gikkin og hent komin Keller inn eftir skelfilegan leik í vikunni og sett Hákon Valdimarsson. Nei, hann gerir það aldrei, því miður. Vonandi. Það er væntir að stuðningsmenn Brentford væntir að kalla eftir markaraskiptum. Ég ger alveg ráð fyrir því. En þetta verður geggjaði leikur, en ég er að segja við ykkur enn og aftur, 2-3-0, það bara verður að vera. Nú verður það bara að gjöra svolítið að girða sig. Ég held sem í 17. sæti, getið ég kíkt á það, ég held 17. sæti með XG. Eitthvað áleika, ég hafði neðar. Er ekki góð tilfinning samt að vita Dansó sé heill? Af Dansó, hann er hann í vörðinu að stýra öllu. Já, ég veit alveg þetta býð eftir og þetta býð eftir að renna raskati einu markinu og sem er alveg að fara að gerast, við veitum það, en hann verður því miður ekki með held í þessu leik. Nei. Fyrir því. Já, tóttaralið rétt fyrir utan þess að svo kvölda topp 10 og... Það er svokalluðu Efraskiltið En pælið samt í, Tottenham er búin að skora 23 mörg Það er nú bara, það er allt í lagi en þetta er alveg með ólíktum Wolves, heimavelli, Bournemouth heimavelli, þetta er allt bara, þú veist endalust, Fulham, heimavelli þetta er ríkalegt Skemmtilegasta liðið deildarinnar, Manchester City sjá við þá jarða Sunderland Þetta verður ekki, engin mótspilna Já Það skoruðu 5 mörg móti Fulham út Ég held líka að þeir myndu jarða Leeds en annað kom á daginn þannig að nei, þetta verður bara Triple captain á Holland Það er núna
það er núna. Það var ekki, ég sagði það við þig, það var ekki á móti Leeds, ég sagði að þetta er ofaugljóst, en nú er það ekki jafn augljóst. Nei, þannig að það er til að hlusti á þetta er gott ráð frá Hjálmar Erni. Sko, ef við skoðum síðan bara þetta er skemmtileg umferð á laugardag. Leeds Liverpool. Leikur, maður. Það voru ofta alvöru leikir í Kanada. Leeds Liverpool. Já. Þessi gaurana er Metsja, þjóðurinn hjá Leedsonum. Finnst hann vera svo lík, hann finnst hann vera svo miðvarðavaksin. Vitið hvað það við? Mér finnst það bara að vera miðvörður. Hann er búin að vera flottur. Skrokkur. Sko Hjálmar, ert þú að setja upp hjá Fotmob þetta potential lineups? Er það þú maðurinn bak við grafíkinu? Því að þetta er eins vittlust eins og að verður. Sko, Alexander Isak, bara ræðum fílinn í herbygginu. Já. Það er verið að byggja ábyggilega brú frá Kópavogi og yfir í Fossvogin fyrir hennan pening. Svona hönnunarbrú. Já. Þeir fengu Alexander Isak fyrir hennar penning. Takk okkur í gegnum hann bara, þú veist, ég ætla ekki að hann er engu standi. Nei, en á sama tíma ætla ég ekki að gefa samt fyrir það að undirbúningstímabili hafi verið eins og það var, sko. Ég meina, hann ætti að vera komin í stand núna þá, ef hann var ekki í standi til að byrja með. Hann hreyfðist ekki á móti Sjöland. Nei, og bara fungerar mjög illa í þessu Liverpool-liði. Annað dæmi er náttúrulega Florian Wirtz sem að þeir kaupa náttúrulega svakalega mikið pening líka sem er 0-0-16 í leikjum fyrir utan Þýskaland held ég Hann náttúrulega fekk stóðsendingu í gær. Nei, á miðvikudaginn. Er þetta skráð sem stóðsending? Ég held það, allavega í fantasy og ég held að Siggi Hjartar í Búllis hafi skráð þetta allavega í sínu kerfi líka. Í sínu kerfi, ok, ég er enda að teka alveg Nei, hann fær þetta ekki. Hann er skráður með 0 assist í Fotmob. En ekki Siggi Hjartar sett inn. Nei, ok, ef þetta er Siggi Hjartar þá verður maður náttúrulega að lúta því. Siggi Hjartar, hann sett það inn. En þarna ertu bara með 2 leikmenn sem að hafa einfallega ekki verið að fitta inn í liðið og það er verið að reyna eðlilega að þvinga á svolítið inn í liðið. Ég væri bara til þess að miklu meira af ekki tíka. Við veist ekki tíka vera... Hann er bara góður í ágúst, þú ert alltaf þetta ekki tíka. Nei, það er bara því að hann hefur aldrei fengið þetta rönn af leikjum því að það er alltaf verið að reyna að þvinga Ísak inn í línuna. Ég byrja, hvað með Sala? Hvað með Sala? Fer hann ekki bara til Sáti? Jú, en þú getur ekki gert það í janúar. Okkur ekki. Þetta er flókin dýl. Er hann nóg stór? Nei. Það hlýtur að vera. Er hann nóg stór bara? Ég held það. Já. Hann er svona alltaf því bara en ef hann vinnur Afríkukefna Afríkukefna þá er hann svolítið fullnaður. Hann var sattur? Nei, en þú veist allavega þetta er auðvitað stóri byggarinn fyrir hann. Já. Því ekki geta Egyptur og heimsmeistar held ég. Nei, veldur ekki. Nei, meina Marokko fór í undanúrslit. Já, þeir geta aldrei verið heimsmeistarar. Það er allt hægt í þessu. Það er allt hægt í boltanum. Það voru margir sem sögðu við með að Grikkir geti ekki verið Evrópumeistarar, sko. Jú. Það voru margir sem sögðu það. Já, það voru fullt af fólki sem kom að mér og sagði að þeir verði aldrei Evrópumeistarar. Á sunnudaginn er svo bara... Hvað er okkur Gagbo að fá þetta heit? Ég átta mig ekki á því. Hann er reyndar ekkert verið nett frábær. Það er stundum 4 mörk og 3 stóðsendingar. Svona ég held að svona ákvörðunartakan hjá hann pyrrir stuðningsmenn. Uppbóðst leikmaður Liverpool-manna hlýtur að vera sóparslæg. Sko ég skil alveg að Kerkes pyrri á af því að það er eitthvað lúka á hann. Jú. En sóparslæði með þetta allt. Já, maður kallist það kannski. Maður kallist það alveg rosaflatur. Já. Ólíkur sjálfum sér. Alveg superflatur. Já. En Szoboszlai hefur verið consistent performer sá eini í raun og veru í liðinu þó að kannski besti leikur hans var ekki á miðvikudaginn. Ef við kíkjum síðan á leikina á sunnudaginn, það er Super Sunday eins og Hjálmar myndi kalla þetta. Eins og það gerast bestir. Brighton, West Ham og Fulham Crystal. Þetta geggjaður sundagur. Já. Hvað er pjúrista leikurinn þessa umferðina? Er það kannski bara Everton Nottingham Forest? Já, það myndi að vera það. Já. Er það ekki pjúristaleikur? Jú. Ég reyni alltaf að taka pjúristaleiki. Þú veist. Hvernig aldrei að Sean Dice, hvernig hún verið tekið á Guðmundsson? Nei, á Hildikesson. Það verður fínulegi. Það er ekkit eitthvað. Hann var bara látið fara og ekkit vesen. Já. Dice er flottur. Hann er ekkit þannig. Nei, þetta er bara svona, við ætlum að tippa á þetta. Tippmá þess að leiki gerum það með Já, svo náttúrulega er mánudagsleikurinn Wolves Manchester United. Það er ekki til svo pláneta
það sem að Manchester United getur mist í þessu á móti Jú, Wolves-lið. ég er búin að vara þig við því, ég er búin að Nei, segja það. En við förum í þann leik á sunnudaginn þegar að Helgar uppgjör Dr. Fútból verður. Við ætlum að tippa á þetta með Epic. Fjallið er tvöfalt í desembermánuði. Harts fór illa með það. Harts fór illa með mig. Svo var eitthvað handbolti í gær, G og G unnu eitthvað gott lið. Það var ekki vísla plokk eða eitthvað. Jú, bara útivelli og þetta var ekki geta Ég gest. var svolítið hissa að sjá þig, varst að enda handboltanum hann inn. Ég var bara einhvern veginn brotin eftir þarna Harts-dæmið. Brotin hjörtu. Brotin hjörtu byggjum far. Brotin hjörtu byggjum far. Dimmum bar, brotnar sálir, allstaðar. burt. Eru þið búin að köpa með á Bubba? Nei, takk. Ertu búin að köpa Nei, með? ég er ekki með. Ég geti. Við erum miklu vinir, ég og Bubbi. Já. Ég hringdi hann óvart daginn. Ha? Já. Við töluðum saman í svona hálftíma. Já. Ég hafði ekkert erindi. Það er því? Já. Og bauð það ekki með það? Ég var ekkert að ræða þetta. Við vorum ekkert að ræða tónlistum, við vorum að ræða bóks. Sjá, þetta eru gjössalega búin að bjarga mér. Þetta er að sjá miklu betri tíma. Svo hló hann alveg rosalega sko. Hann sagði sko að Sátat eru búin að bjarga bóksina því að núna getur horft á þetta bara kvöldi. Þetta er ekki á miðri nótt eins og ég las Vegas. Herri, nú erum við að fara að sjá talandi box, Anthony Joshua móti Jake Paul. Vá, þetta var fyrir 3 vikum sko. Mæti bara Þetta verður geðvegt. Herri, já, en þetta er samt að fara að gerast. Mætir slownews.com bara með fréttina. Nei, ég bara, fyrst við vorum að ræða box, Já, bara getur vel verið að Anthony Joshua, ef þetta væri ekki leikrit, þá myndi hann drepa hann. Legit. já. En þetta er náttúrulega leikþáttur. Það sem er gaman sko við bóksið þegar þú myndir sjá mig og Hjálmar, þú myndir halda að ég myndi buffan, svo þarftu bara einn. Ég veit það. Þú þarf bara að ná að negla einn. Eitt uppercut. Leið og Hjörvar droppar Og höndunum. stígur inn í það. Stígur inn í það. Ronda Rási var alltaf svona. Jú. Þú kom bara að Holly Holm vinkona mín og tók hana og ég var rosalega Rondi Rási maður en ég sá alltaf hvað hann var opinn. Þú kom bara Holly Holm hamraði hana. Leið Gúdum og á login. drop the guard. Við ætlum að skoða vinnir og lúsira með við ætlum að sjálfsögða tippa á þetta með Epic. Byrjum við það. Aston Villa, Arsenal, Gunnar byrjar. 0-2. 2-1. Já, sjokk. Bournemouth, Chelsea. Bournemouth, Chelsea. Ég held að Chelsea enda vinni þennan leik 1-3. Já, þetta voru 1-3. Kaldir Bournemouth, Everton, Nottingham Forest. 1-1. Ég ætla að segja þarna 1-2. Man City, Sunderland. 2-1 Manchester City. 4-0 City. Newcastle Burnley. 3-0 Newcastle. Já, 3-0 Newcastle. Tottenham Brentford. Þarna ætla ég að fara í 3-0. Ég ætla að segja 2-2. Nei. Leeds Liverpool. 2-4. Já, 1-2. 1-2. Brighton West Ham. 2-0 Brighton. Nei, ég ætla að segja að Vestan tekur þetta. 1-2. Fulham Crystal Palace. 3-1 Fulham. Nei, Crystal Palace 1-3. Wolves Manchester United. 0-3. Já, ég sé ekki svona 0-2. 1-1. Þú heldur það? 1-1. Já. Á mánudagskvöldi. Já. Nei, ég hef séð þetta. Wolves er rétt að lélegasta. Kóruðumadurinn byrjar og hann mun skora. Já. Kóruðumadurinn. Hvaðan? Gefur hann út á Philip Barsley. Það er hann að skjóta. Nei, Philip Barsley ger ekki. Já, við rifum það ekki. Já. Herri, slúm fara í hvað var fara í neyða já? Já, fyrir mig neyða. Já. Ég er alveg til í neyða já núna. Þá förum við á Facebook síðuna og skoðum nei eða já af eða á. Já, gerum það með Vestmann vínunum góðu. Vonandi var þetta Robert Vestmann í glösunum hjá okkur í gær. Jú. Sjálfsögðu. Að sjálfsögðu. Siggi Bond með hennar góða hana. Hjálmar, vilt þú svá Kyle Walker aftur heim í Tottenham í One Last Dance? Ég er reynda rosalur The One Last Dance kall. Já, ég er rosalur það sko. Nú eyðir Hjálmar meiri tími í laugum á daginn að æfa og taka aukaöngur heldur en Gunnar Birgisson eyðir tíma í símanum á daginn.
Er það ná svona mörgum klukkutíma mjög hvað? Er ég með marga klukkutíma í Símanum? Já, þú varst með eitthvað rosaðið skrýntæmi, mástu. Þið báruð saman gögnin. Já, hann var með svona þrefalt meira en ég, sko. Já. Ég get æft með síman á lofti. Já. Ég get æft með síman á lofti. Nú, Gunni, tækið þú hjamman í backpressu? Já. Hvað? Já, núna, en ekki eftir ykkur 2 mánuði. Það styttir það mér sér. Já, verða Norðmenn sigursæðasta þjóðin á Ólympíuleikunum í febrúar? Já. Sko, þetta, til dæmis, eins og með Ólympíuleikana. Þetta hattur. Það er nefnilega, það endur. Nei, það er ekki hattur, það er bara leiðilegt. Já. Ég hlýt að leiða að finna já, það deila svo fáir þessari, sko, að þú getur ekki sagt, þetta það horfir enginn á Ólympíuleikana. Jú. Skoðu áhorfstölur, skoðu allt er rít. Ok, byrjuðu ég með Sigga Hjarta hérna. Sigga Hjarta, hver vann brunnið síðast þegar kallaflokki? Já, þetta er lélegt. Jú, þú ert að afvegaleiða umræðuna. Hjálmar, hver vann 100 metra hlaupið? Þú ert að afvegaleiða umræðuna. Nei, ég er bara að segja þetta. Ég veit ekki hver. Nefndu einn íþróttamann sem verður á vetrarolimpíuleikunum. Þú ert að afvegaleiða umræðuna. Nefndu einn íþróttamann. Búlis, nefndu einn. Þegar íþróttir er í sjónvarpinu. Ég ætla að segja við þig. Í gamla dag, Alberto Tomba. Já, þetta voru stjórnir gamla dag. Ingimar Stemmar, þetta er bara búið. Verður Arteta látið fara þegar hann skilar enn einu titlalösu tímabilinu í vor, spyr Ástór Barkarsson. Minn maður. Eða já. Það er svakalegt, það er. Gunni? Já, verður náttúrulega látið fara ef hann skilar ekki neinu. Lítur að vera. Já. Besti þjálfari í heiminum í dag. Nei. Gæti Gunnar selt 300 notaða bíla á mánuði? Gunnar reyndar er alveg lúmsku sölumæður. Hann er alveg svona fólk líka vel við. Hann geti ekki aldrei selta. Sennilega hefði hann ekki... Er það of latur? Já, ég hugsaði einmitt að vera komin í 50 og hann segði, þetta bara... Já, bara í símanum. Ég er aðeins að klára íttina. Hvað? Er ég að skoða þennan? Skoðu bít. Það er svona, meðan Hjálmar mætir, lætur vita af einni lítilli rispu. Já, búm. Trausti komið. Trausti komið. Ég hef verið kallaður ímislegt, en latur hef ég ekki verið kallaður. Ég er svo eini sem hefur unnið einhver alvöru vinnu. Nei. Verður þetta... Ég verið dagróðri á skipi. Já, nei. Verður þetta ár Philadelphia 76ers? Já, ég er eitthvað í mér sem segja það. Verður Unnsteinsson spyrir. Verður við góða þetta. Ég held það. Þetta gætur ár. Já, ég er komin á vagninu. Híkalega. Heldur það getur ár Philadelphia 76ers? Því miður. Það er of mikið rót í organisation. Hefur hjá mig pælt í að bjóða sig fram sem menntamann á þeirra? Ég hef alveg hugsað það, farið stjórnmál. Já, það er alveg laumast að mér. Já, það er alltaf eðlilegt í gangi þar. Ætlar Hjálmar að elda Bond og fara til Tyrklands og fá sér ár? Nei, þetta er að koma rosalega vel út hjá Bond. Hann er góður lýsing fyrir þetta. Verður Viktor Bergi Daðarsson tilnefnd til Ballon d'Or í framtíði? Nei eða já. Þú hlærð? Nei eða já. Já, nei. Ég vona það bara. Já. Hann er alveg geggjaður. Þannig ég en svo er það bara eins og þannig að það er var GB fenginn inn sem stjörnu viðmælandi í þættinum Big Ben í gær, spyr Þorgrímur Guðni. Varst þú svona stjarnan? Já, það var svolítið. Það var allavega rætt á spjallinu. Já. Að taka stjörnun inn. Eru Gunnar Nelson og Brian Mboemo náskildir? Flottur punktur. Já. Ég myndi halda nei. Sennilega ekki. Sennilega ekki. Veistu hverju líkir? Ég sá það í Manchester þegar hann svaf hliðina mér, horfði til svona hliðar. Naflin og Russell Westbrook. Ég leið bara eins og Russell Westbrook væri þarna hliðina mér. Shit. Flottur punktur. Þetta er geður. Það er ótrúlega. Ég er eitthvað í andlitsfallinu sem er svona meiri áttar. Er Amorim Vesti in-game stjórinn sem við höfum séð í Premier League? Nei. Ég held því miður að það hafi verið nokkur þarna helvíti lélegir in the 90s og þeir voru hann að margir slæmir. Já. Benítez gat verið slagur, sérstaklega bara að reyna að elda sigra og hann hélt fast í jafnteflin sem var að Liverpool að falli 2009. Hann er ábyggilega svo lélegasti. Hann er ábyggilega svo lélegasti. Nú er hjá mig á styrum svo svakalega þykkur eitthvað með Sigurður Kristján. Bara Natural. Wow. Myndi GB fagna meira hól í höggi en að Arsenal vinni Premier League. Þessi er góð. Gunni var nú með þess að geta einu svona horf á Arsenal, þeir voru undanúrslitum meistaradeildarinnar en fyrra, þannig að ég held að svo sem skipti ekki öllu máli hvað myndi gerast í Arsenal. Þú varst ekki að horfa eins og ég sá þú varst að horfa á körfubolta eða handbolta eða eitthvað saman tíma.
Ég var að fara að Tindastól í úrslitaði mig inn í körfubolta, já. Brynjar Benediktsson spyrir Gunnar að fara að breyta blækinu á Íslandi. Já. Hann er alltaf búin að smita mig að áhuga. Já, ég hef gaman að þessu. Já, við erum að fara að stækka þetta svolítið og koma krökkum út til Bandaríkjanna og svona. En hvað með úrslikina? Hvað ætlum að gera fyrir hana? Við þurfum að gera eitthvað. Maður er alltaf vonast eftir einhverju leiki sjá live og ég er nú mikill live maður, maður býður alltaf aldrei koma leikindi mínir. Nei, þetta kemur einhvern veginn svona hinga og þanga. Geta félögin ekki staðið bara þessa plikta? Jú, það er náttúrulega, þú veist, það eru öll félög með upptökugræður. Já, maður þarf náttúrulega að sjá þetta til að fá meiri áhuga. Maður getur ekki alltaf að skoða bara netið. Nei, þetta er eins og bara afturleitt í KK. Já, auðvitað átt að vera bara smá leikur, sko. Hann er, þú veist, þú getur farin á blí.is og séðan. Já, ég veit það, en þú veist, ég þarf að fá bara hafa þetta í sjónvarpinu bara. Já, ég er alveg sammálaði. Langar það að horfa Manchester United West Ham núna? Nei. Svo viltu bara vera í fjárstyrningur. Já, sammála. Herri, við erum alveg að renna út á tíma því að það eru takkmálsvettir framöndan. Við erum alveg að við slum fara í nei eða já. Nei, við ætlum að fara Steipan múrbúðin, hún er farin að harna. Við erum í vinnar og lúsera í vikunni. Gerum það með Einari á þín tækifæri er okkur hvatning til að gera betur. Minna þetta á Wonder Vibes ef það er einhverju blettir sem nærði ekki úr, keyptu þau Wonder Vibes og heyrðu svo í mér. Athugum hvort við náum ekki þeim bletti af. Nú vinnar og lúsera vikunar. Vinnar Vestmann, Alvatek hækkar á markaði, skemmtilegt. Já, það er svo sem það er ekki úr kannski miklu að hækka. Það er aðeins farið niður. Ánægði með það. Já, ánægilegt, ég sammála því. Ég held. Já, þú ert með Diamond Hands. Ég veit, þú mátt eiga það út með Diamond Hands. Sko, er ekki Inga Sæland vinnur? Nei, hún losaði sig við... Lúser. Já, ég get ímyndað mér þetta símtali. Ég meira þess að heyri þetta símtali þegar ég hugsi þetta. Bara... Þetta er bara ótrúlegt og Vinner er ásæll vinur minn. Hann kemur út úr þessu máli sem Vinner. En King Guðmundur, menntamálaráðherra. Ég og Hjálmarum báður að við erum staðistum gæi sem var lítið að vinna eins og fekk ráðherradót, þá gæti hann unnið. Við erum hrifnir af svoleiðis. Það er svolítið okkar leikur sko. Ráðherra, já, er ekki bílstjóri? Jú, ég er klár. Sign me up. Veistu hvað, verðum ekki veistla að vera með bílstjóra? Þá var ég segja já við öllum búðum sem eru í bæk. Jófrúin, já, ég mæti. Klukka 2, já. Stoppaði hérna beint fyrir ofan. Keyrðu hann. Ángríns, þetta er geð. Hafðu bílinn í gangi hérna beint fyrir ofan. Og svo myndi ég sitja kannski þar í 4-5 klukkutíma og fara á Mar Seafood. Já. Getur þú sótt með hann í Mar? Já, þetta var geggjað. Geðvegt. Fleiri vinnarar. Inga Sæland. Og sjá... Ég ætla ekki að veita, ég ætla bara að segja sá sem vinnur fríðaverðlaun FIFA þessi fyrstu, ég hlakka til að sjá hver það verður. Er einhverju tilnefndir það? Nei, þetta er bara verðlaun, þetta er bara, það er aldrei neitt tilnefnd. En hvað er fríður, þú veist, hvað er að vera fríðar, þú veist, að vera fríðar í FIFA? Ég meina, er einhver óró í FIFA? Nei, það er bara í heiminum. Það er mikið af alls konar átökum í heiminum. Og við viljum byrja elda. Já. Hlutverk fótboltans er að sameina. En er það ekki bara svo hlutverk Eurovision eða eitthvað? Nei, ég verði Eurovision í águr í ár. Sverð þú? Verður þið með? Ég ger ráð fyrir því. Yes. Krakkarnir elska þetta. Krakkarnir elska Eurovision og ég veist að var leiðilegt að taka þetta af þeim. Já, það mála því. Ekkert bara krakkarnir. Björgvin Halldórs vinnur, ég hitt hann í gær. Björgvin Halldórsson? Já, ég aldrei hitt hann. En þekkti hann þig? Já. Og hann sagði gaman að hjá svona fræga mann sagðan. Ég var bara, what? Björgvin Halldórsson, hvert er maður komið? Ég meina Bubbi er þá líka svolsög vinnar fyrir hann bara... Kolbeinn Kristinsson, boksari maður. Já, vinnar. Hann stappfylla lögðarsvöldina tvígang. Miðaverðir sem eru aldrei sérst á Íslandi. Lúserarkunni, hvað er eftir þar? Ég sagði Flokkur Fólksins. Flokkur Fólksins, bara eins og að leggja sig. Hvað segir þér? Flokkur Fólksins, já. Voru einhver fyrir lúserar? Voru einhver að gera... Ég veit það ekki. Ég held ekki. Annars sé ég þetta ekki, en mér þótti illa vegið á sæluvinu mínum. Já. Það er nú bara viðurkenna það. Já, ég reyndar alveg rétt hjá þér að það er eitthvað til í því. Og það er eitthvað fleiri. Nei, það er engin lúserar í þessu. Sé að pundi er aftur komið 170 kall og evra nálgast 150 kallin. Er á meðan save í stundum. Já, það er það, já. Þannig að núna efnahagsmálin, við þurfum einhvern efnahagssérfræðing, ekki bara það skemmtilegast að pundi var í 100 krónum og leikmenn voru í pundum, það var geðvegt, það var auðvelt að rekna, ótrúlega mástu vera að jenið fór í 1 krónu
Já, vá með myntkörfuláni mitt þá hörst ég bara öndunarvél og það var engin sko, ég sendi það 2008 þá vaknaði ég alla mótna að skoða stöðu á svissnesku framtí og japanst í en það var ótrúlega, ég er búin að vera sko í Landsbankanum allir sár Já en ég fór átt á glitnir.is til að tjekka á þess að mér finnst þér að vera svona mest akkurat sko. Ég treysti Bjarni Ármannsinni best fyrir þessu, ég vant að treyst hún Ég er í Arion en ég fer yfirleitt alltaf inn á Landsbankasíðuna til þess að tjekka á Ég bara treysti þeim Ég er búin að vera í Landsbankanum allæfi og ég fer alltaf inn á Íslandsbanka sko, og svo mætti hann núna af því að hann er það mikil stór kunni hjá Arion banka þeir settu logoðu sitt á treyju brjóstkassan og svo er hann náttúrulega flýgur hann alltaf frítt með þess að það er allt inn ég fyrir ásannast kunni það er bara Þú kaupa máltíð fyrirfram þökk sér Dóttur fútból, þá hef ég búið til þetta góða samstarf hjá þér og Samherja það er bara besti bit það samstarf hefur nú verið já en svo er Arnarlagsin aftan á það er svona Arnarlagsin ljúfi já nú kom það í svo var ég El Grande með hemm vinni mínum ég tók því síðast voruð í myndkörlunum voru við? Já, við þetta grínast sjálfsög var ég myndkörlunum hvað varst þú gamall 2006-07? hvað ertu gamall? ég fættu 94 25-6 nei 15-16 nei, hann er fættu 94 jú, 12-13 vá 12-13 25-6 já, þetta er rosa miklu snillingar draga frá, leggja saman ég á 5 smasskeilur gef Gunnari 2 hvað á ég margar smasskeilur eftir þetta var smá svona ég bara er í sjokki finnst ég betra, eins og allt starffræðu svona finnst ég betra að sjá hlutina já, getur við haft á næsta ári eins og hann á 4 dósir, ég tek eina nokku þá var 3 eftir já, þetta voru smá, maður var aðeins og fljóttir á sig þarna ég veit ekki þetta herri, allavega, þá ætlum að fara í El Grande með kemi.is glussi, já glussi fyrir alla fjölskylduna, konuna, kallinn, afa, ömmu, glussi nú styttist ég að Dieci di Calcio komið á markaðin miðvikudaginn nýr inniskór tilengaðir Diego Maradona og hans minningu sem hefði orðið 65 ára á þessu ári spurningin núna er svo sem þægileg og ég ætla bara að biðja að negla löndunum inn og bara ekki hika við það bara lönd sem á spilað á HM Siggi Hjartar dæmir 1, 2 og byrja lönd sem hafa spilað á HM hafa spilað en ekki sem að ekki það var unnið, bara hafa spilað bara spilað á HM en lið sem er að spila í fyrstskipti núna tel ekki með því að þú hafa ekki spilað gjör svo vel Ísland vá, England ég ætla að segja Spánn Ítalía Frakkland Þýskaland Uruguay Portugal Brasilia Argentina Mexiko Bandaríkin Kanada ég fer í Suður-Kóru Pólland Norður-Kóra Þýskaland þá fer ég í Þýskaland, var ekki Þýskaland komið það? Já, Þýskaland var komið var Þýskaland komið það er svolítið erfitt að keep track sko já, við erum með þetta þetta er góð, sér það bara var Ítalía komið til þess? Já, Ítalía komið já, bara Svíþjóð já, Norröður er Danmörk komið? Nei, Danmörk, já Írland já Holland já Holland, vel gert Belgia já Portugal Portugal var komið var það komið? já hvar? ég var búin að heyra ég var búin að segja þeir á bara glemt að skrifa ok, Tyrkland Tyrkirnir já, Kamerún já, þetta Kamerún Ghana Nígería Suður-Afrika Japan já klókur í dag Já. hraður og klókur Saudi-Arabia er þetta Lions Main frá fitnessport eða hvað er ekki Skotland Júgoslavia það erum passa okkur á þessu já, no. já, ok eftir lagi, en þá getum við og þá leif ykkur ekki þá að eiga all löndin úr Júgoslavia
Ég að segja það, nákvæmlega. Það en ég meina Júgoslavi hefur tekið þátt sem Já, ok, ég gef það. En á ég þá að segja, ég segi, ég segi Búlgaría, þínir menn. Já, ég ætla að þetta ræða þá næst, en allt í lagi. Ég ætla að segja Tékkland. Rúmenía. Já, heldur betur. Slóvenía. Slóvenía. Já, þeir það ekki alveg pottjett. Jú. Slóvenía pottjett. Slóvenía klárt. Já. Þá ætla ég að segja hérna Fílabeinsströndin. Já. Það verður kóst. Ég ætla að fara í Íran. Já, eðlilega. Sádi-Arabía. Það er komið. Ha? Já, það er komið. Sátin er mættur. Þá förum við í Grikkland. Það eru Grikkinni geðu sem að fóru á HM94 út af börnleikjunum. Rosalega lélegir á HM Grikkinnir alltaf. Þeir eru ekki konir. Rússland. Og Rússland að sjálfsögðu. Vel gert. Kanada var komið. Ef hann segir Rússland hjálpa minn, hvað hugsaðu þá? Hvað hugsaðu hvað? Nú er ég að fókusa á annað. Rússland. Bítu. Þetta er ekkert búið. Þetta er orðið þétt samt hjá okkur. Var það komið? Var Úrugvæ komið? Já, var komið. Þú ert í úinu. Ég ætla að segja Úganda. Tjekka á því. Nei, ég var ekkert að veiða í úi. Ok, ég sagði Rússland og ég sagði að... Bítu. Ertu viss? Úganda sé ekki. Já. Það hefur komið. Nei. Hvað voru það að gera með? Hvað voru það að ruggla þetta eitthvað og eitthvað og... Ok, gefstu upp. Já, þú fylgta á löndum eftir, sko. Já, en... Ég get að fara í... Því ég sagði Rússland og ég sagði Rússland, Ég var að reyna að hjálpa þér. Við skal tala USSR eða? Nei, bara Úkraína. Já, Úkraína. Ég ætla að vera að tala Sovjetríkin. Já, það var, vissi ekki eins og hvað að tala. Þetta... Jæja, þið vissum Úganda? Það alveg klárt? Hvað er þetta Úganda að vera á? Það bara ótrúlegt. Bara frábært lið. Já. Getur nefnt eitt frá Úganda leikmann? Já, menn allir íslendingarnir voru í það. Allir eigamennir. Allir eigamennir sem mættu. Úgandamenn. Jæja, þetta var gott, þetta var heldur gott. Ég átti alveg fullt eftir, sko. Ég veit ekki okkur ég fór. Þið fóruð að ruggla í mér þarna með úið. Já, nei, því að bara Rússland ég tók það líka, ég var að fara að landakortið. Þú sást alveg hvað ég var að gera. Já, en ákveður fannst þú ekki á landakortið? Ég bara fann ekki Úkraínu, það getur verið bara stríðið eitthvað hafði það svona áhrif. Þarna vantaði alla taktík, ég hefði bara það, þú veist. Þetta var vel gert hjá okkur. Já, þetta var vel gert hjá okkur. En það var alveg... Flökkuðum svolítið með heimsálfa. En svo þegar eins og maður sagði Írland, þá bara bjóst ég með sverið Norður Írland. Já, ég var alveg, þú veist, það var næsta. Já, en svo þú svaraði svo flott þarna með Suður og svo skostum við Norður-Kóru. Já, ég kann alveg... Það var hrikalega flott hjá honum. En svo farið þeir ruglímir. Byrjar þetta, gjammaltar og ég fer að færa Úganda. Ok, þegar ég segi Ísrael, hvað hugsaðu? Þegar ég segi Ísrael, hvað hugsaðu? Ísland. Nei, Ísrael. Hvað hugsaðu þegar ég segi Ísrael? Ísrael. Palestína. Já. Rússland. Já, Úkraína. Ég skil hvað átt við. Já. Þegar þú ert vanlega svo klókur, þess vegna var ég að... Já, maður er búin að vera klókur í undanfærið. Þetta var helviti vel gert. Já, það er ekki búin að brjála að gera það, þannig að eðlilega er aðeins steipan farin að harna. Já. Þetta var geggjað. Doktorfútból þakka fyrir sig. Byrju, ertu farin að, er þetta the rap horn? Það er hjami.net á morgun. Hjami.net á morgun, þar sem að hann var góði gesti til sín. Sjáu þið naflan og Russell Westbrook. Þetta er alveg rétt. Já. Rosalegt, Russell Westbrook. Keimur hérna að þeim, sko. Já. Og þetta var eins og einn maður sagði með Jörundur Ági og Les Ferdinand. Sir Les. Já. Ég og Ledley King líka. Ég fengi við báðum með svona skarð og svona einhvern veginn. Já, stæðlir. Já. Skemmtilegt. Og Gunni og Notorious B.I.G. Já. Ég hef nú heitt í hérna. Og það eru líkindi með það eru doktorfútból sérstaklega eftir þess að þetta er þætt. Takk.